Páll Óskar og einn dans og hann verður á faraldsvætri núna verslunarmannahelgina, hann á línunni. Sæll vertu Palli minn. Góðan dag. Góðan dag, herðu, þú verður á hvað? 3 útihátíðum núna helgina? Já, þetta er ég kannski ekki alveg fastur í þessu venjulega, en ég er vanur að taka 3 gig á 3 sólarhringum og það mun gerast núna. Já. Það Akureyri á morgun. Já. Og Eyjar á laugardaginn og svo Ísafjörður á sunnudaginn. Endalaus orka til. Já, ég er vanur þessu sko. Þú veist, maður sefur óskup lítið og rjóminn af tímanum fer í ferðalögin á milli stöða. Já. Og svo bara gefur maður allt bara til síðasta blóðsopa á hverju einasta giggi og svo bara fer ég að sofa mánudaginn. Já. En segðu mér hérna hvernig þú ætlar að hafa þetta á Akureyri á morgun, föstudag. Aha, sko þetta er í rauninni 3 uppákomur á Akureyri, þannig á einnum öllu. Ég verð með svona barnaskemmtun inn á Sjallanum og Sjallinn er búin að gangi gegnum ýmislegt núna undanfæri misseri. Þú veist, hann er búin að vera undir fallöksinni og ekki og svo á að loku, svo breytir sig hótel og í því hvað, sko. Og núna er staðan svo að það er búið að hætta við að búið til þetta hótel. Þannig að Sjallinn stendur opinn og hann er búin að vera opinn í allt sumar og það er mér búið að flikka upp á hann og laga hann svona. Það sem mátti laga og þannig að ég er svona að skreita Sjallann alveg hátt og lágt til að búa til pallaball. Glæsilegt, og þú verður með hvað barnaskemmtun frá klukkan 5 til 5:30 eða ekki? Já, ég tref upp til krakkana og þú veist þannig að litlu krakkarnir fá að sjá Sjallann og kíkin í hann svona eins og hann lítur út þegar hann er full skreittur og svo fá allir selfie í kjölfarið og svona og svo er kvöldskemmtun á Ráðhústorginu á Akureyri, þannig að kvöldið og ég hleyp eða bara beint inn í Sjallann eftir það og ég er alveg á fullri fast alveg í 5 tíma alveg til 5 nóttina. Ætlar að vera að skemmta í 5 tíma nóttina frá miðnætti til 5? Já, ég hef gert það áður sko. Þá ég er að DJ-ast og blanda því svolítið inn í sjóið sko en sjóið hjá mér er venjulega alltaf svona rúmur klukkutíma og korter og svo venjulega þá inn á Sjallanum þá get ég nefnilega hleypt fólkið upp á svið þegar sjóið er búið og það getur hérna að dansa með mér bara í kringum diskóbúið. Þú ert æðislegur. Og það er aðalstuðið þarna inn á Sjallann. Þetta er svona sérstaða Sjallann. Og segðu mér, hvar er hægt að fá miða á herlegheitin? Forssalan er hafin inn í Imperial tískuruverslunin á Gljörðartorgi og það sem er best við þetta er að veðurspáin er góð og það er eiginlega bara spáð sama veðrinu út allt land þannig að fólk þarf sem sagt ekki að elta veðrið þessa helgina. Já, það verður þarna létt skýjað og hvað 12 gráður og engin vindur nánast. Það er bara logn út allt land. Þetta er bara ótrúlegt. Ég held að sé mörg ár síðan við fengið svona spá þessa helgi. En svo á laugardag þá ætlar að skella þér út í Eyja. Yes. Á þjóðhátíð. Já. Og þá er sko eins og vanin er, það er alltaf barnaskemmtun þarna í dalnum. Ég held að ég sé þarna klukkan 3:30 eða 4 á barnasviðinu og allir fá selfie líka eftir. En svo þarf ég að stelast upp á svið þarna í Herjólfsdal og gera smá tæknirensli og tæknitjekk og þess að í Herjólfsdal ætla ég að pröfukeyra svona ákveðin atriði úr af tónleikunum mínu sem ég verð með í Laugardalshöll. Í september? Já. 16. september er það ekki? Jú, sko, tónleikarnir eru eftir 6 vikur en málið er að
megnið af búningunum eru tilbúnir, myndbönd og grafík, myndskreitingar við hvert lag er tilbúið. Við erum búin að hressa upp á mörg af þessum lögum og svona ekki kannski beint endur útsetja þau, heldur bara íta á refresh takkan. Ég er að pröfukera eld, tungur og flugelda, þú veist, sem springa í takt við lögin og þannig að ég ætla að gefa fólkinu í Herjólfsdal svona smá smjörþefin af því, svona stríða þeim pínlítið með hvernig Laugardalshöllin áttur að líta út 6 vikum síðar. Bara geggja sjó framöndan. Það er alveg Rammstein sprengið og ég þori að gera þetta í Herjólfsdal, sko, því að við erum eins og gefur að skilja úti með þetta. Ég veit að við megum alveg keyra eld og svona flugelda og gos innanhús inn í Laugardalshöllinni, þú bara sækjum tilkynni leyfi, en ég þarf að velja ákveðna staði til þess. Og þannig að ég hlakka mikið til að fá að pröfukera þetta með dönsunum og líka svona pröfukera nýju lögin. Þú veist, ég er nýbúin að taka upp plötu og hún var bara tilbúð fyrir 2 vikur síðan. Ok, en býttu, en þú ætlar hins vegar ekki gefin út fyrir henni í haust, eða það? Ekki? Veistu, ef hún kemur til landsins, ég meina, núna er hún í prentun og ég er að gefa hann út bæði og geisladisk og vínil. Veistu, leiðu þetta kemur til landsins, þá er ekki til fyrirstöðu að byrja bara að dreifa bara strax, byrja að keyra í hús. Þú ætlar að keyra í hús og ætlar með þess að fljúa eitthvert, eða ekki líka? Jú, og ég er að vinna með heimkaup, og dreifingarkerfið þeirra er anskotu sterkt og flott. Þú veist, þeir vinna alveg þannig að ef þú pantar eitthvað frá þá færðu staðfestingu, þeir jafnvel gera díl við hvert kunna fyrir sig klukkan hvað er verða heima, svo fær kunnin SMS þegar bílinn er lagður á stað og annað SMS þegar það er kortir í að ég komi og svo framvegis. Þetta er vel stýrt. Já. En áfram, skulum að halda okkur við helgina, það er, þú verður síðan frá miðnætti eða ekki í Herjólfsdal? Jú, sjóðum mitt klukkan 1 eftir miðnætti. Klukkan 1? Ég er þarna í slottinu milli 1 og 2 nóttina. Og ætlar að líka vera í 5 tíma? Nei, ég fæ bara að vera í klukkutíma. Já. Á sviðinu í Herjólfsdal. Herðu, og svo ætlar að skella þér til Ísafjarðar á sunnudag, eða ekki? Það er Ísafjarður, Íraboltinn er þar. Jú. Og allir drullir fyrir haus, en ég held að allir verið búin að hafa sturtu þegar ég byrja. Já. Ég er í Edinborgarhúsinu. Já. Það er ofsalega gott að halda böll inn í Edinborg. Þetta er svona fjölnota hús, þetta er bæði svona félagsheimili og leikhús og svo er bara ekkert mál að breyta sér í tónleikasal og klúbb. Og það er selt inn, eða ekki? Jú, það er bara miðasalan er hafinn þar inni. Já. Í Edinborg Bistro. Og svo, og þú verður, byrjar þar miðnætti þá líka, eða? Já, kringum miðnætti. Ég spila bara hann til, þangað til við nennum þess ekki lengur. Þangað til flugvélinn fyrir heim. Herðu, svo bara skellur þér heim og hvílir þig á mánudag? Ég sef bara á mánudag. Herðu, Palli minn. Sængjan upp fyrir haus. Já. Yndislegt að heyra í þér. Alveg, sömuleiðis. Og hlakk bara til að sjá okkur hvernig þið verðið. Já. Það er fyrir norðan, sunnan eða vestan. Já. Bara alveg yndislegt, bara góða skemmtun og skemmt þú þér vel líka? Ég skemmti mér vel, trúðu mér. Þú veist, jafnvel þótt að sé mikið að gera og jafnvel þótt að við þurfum að huga að svolítið mörgu, sérstaklega kannski í Eyjum með þessi tækniatriði öll, að veistu, þegar sjóið fyrir í gang, alltaf skal maður komast í fílingin. Alltaf dundrast upp sama orkan. Það er ótrúlegt.
Palli, ég ætla að enda viðtalið á lagi sem þú gafst út bara fyrir nokkru dögum síðan, heitir Líður aðeins betur og þú ætlar að taka þetta, er það ekki helgina? Ekki spurning. Glæslegt. Alveg, á öllum stöðum. Það var gott, Palli minn. Bless. Ekki spurning. Bye. Góða helgi. Já.